feðgarnir Sjóður frá Kirkjubæ og Kveikur frá Stangalækni. Here we have a father-son team, Sjóður frá Kirkjubæ and Kveikur frá Stangalækni. Sjóður frá Kirkjubæ áhorfendur. En þetta margsýndur margverðlaunaður græðistur undan Sæfjarbakka á bóti og þeir eru frá Kirkjubæ ráðstofnið. Hann hlaut hæst leikur í Kynfundardómi 2014, hann hlaut 8,24 reyfingu og 9,0 fyrir hæfileika og með 8,70 út, það með 9 og 9,5 svona eins og fauðað eigin í hæfileikunum. Já, svo þetta hinn hesturinn sem aðalega Guðjónsdóttir sittur, það sonur hans, Rakel á Kjarnóknum, fyrstu vegna sögu. Þessi hestur tók Kynfundardómi í fyrra, 5 metra gamall og gríðarlega háan dóm, takkið eftir, 9 fyrir höfuð, 9 fyrir hálsherðar og ból, 9 fyrir bakkulegg og 9 fyrir samræmi. Í hæfileikum hljóðar 9 fyrir kött, 9 fyrir stöð, 9 fyrir viljafjæðsla og 9 fyrir fjörðri. Hann var sýndur í fyrra sem klófhestur, en í reyðum, en það eitthvað sem mótar sem fyrirtækinu fyrir sumarið. Yes, like I said, this is a team of father and son. Here in front of us now is Sjóður from Kirkjubæ, the well-known stallion, the high breeding judgment and many good competition scores already. He's received a total score of 8.70, including 9 for written abilities and 9 for tough and 9 for tough. The other stallion, written by Aðalheiður Anna, coming in front of the audience right now, is Kveikur from Stangalækni, also from Sjóður, of course, and the mother is Rakel á Kjarnóknum. This stallion was shown last year in high judgment. Holy moly, ladies and gentlemen! You've got 9 for tough, 9 for counter, 9 for spirit, and 9 for form on the rider. Shown as a 14 horse, but they say he does have the 50 year as well. Ég var alveg útflóð og óræðið að kenna ekki á föðurbeðunum á Kirkjubæ.